Já, eins og við heyrðum áðan svo ákvörðun stjórnar Kaupþings að fella niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum í bankanum harkalega gagnrýnd og Pétur Blöndal, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis og Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Atli, hvað segir þú þessa ráðstöfun stjórnarinnar 25. september? Þetta eðlilegt? Nei, hún ekki eðlileg. Nei? Hún nú 76. grein hlutafélagalaga bannar hana. Það verða að hygla hluthöfum á kostnað annarra. Það virðist alls ekki standast en maður á nú ekki að dæma fyrir þetta komið allt í ljós en það blasir við að þetta brjóti lög og kunna varða við þessa umboðssvikagrein hegningarlega. En menn standa frammi fyrir þessu vali eins og Gunnar Páll var að lýsa hér. Bankinn fær í þrotella þess vegna þetta einhvers konar neyðaráðstöfun. Já, mér fannst nú þversögn í því að hann sagði að bankinn hefði staðið svo vel líka á sama tíma. En engar síður, það er ekki sem réttlætir það. Þetta á að fara fram fyrir opnum tjöldum, vera gegnsætt og aðrir hlutar eiga þá eiga að kosta sama. Já, Pétur, en það er ekkert sem réttlætir það. Pétur, hvað segir þú við þessu? Ég ætla að taka það fram að ég ætla ekki að setja þessi í dómarasæti. Ég geri á fyrir Hæstirétti muni fjalla þetta og hann muni dæma hvað er löglegt og hvað er ólöglegt. Það er tvennt sem að miðast vanta inn í þetta. Það vanta inn í þína spurningu áðan að spyrja hvernig kom það til að æðstu stjórnendur lenda í þeirri stöðu að ef að gengið fellur á hlutabréfunum að þá neyðist til að selja og skaða þar með fyrirtækið. Já. Hann hefur nú reyndar alltaf verið á móti þeirri stefnu að þetta væri árangurstefnu með þessum hætti. Já, en hann sat í stjórn og hann átti að greiða atkvæði gegn því að svona stór hluti, þetta eru 2 milljónir á hvern einasta starfsmann Kaupþings, svona sirkabót. Þetta eru svo óskaplegir peningar. Og hérna, ég veit alveg að þegar menn standa fram með því að æðstu stjórnendur alltaf fara að selja, þá er það tilkynningarskylt og myndi ekki líta vel út á markaði, þannig að gengi myndi sennilega sökkva niður og eftir. Þannig að það er þá rétt mat? Það er rétt mat. Þá hlýtur þetta að hafa verið eitthvað svona neyðarbrauð hjá þeim. Já, en að stjórnin skuli komast í þessa stöðu með því að veita þessa kauprétti, með því að lána út á þessu hlutabréf. Það er, finnst mér vera hæstalagi klaufalegt og bara eiginlega ófyrirgefalegt fyrir svona hlut. En svo að þeir eru nú á annan borð komnir í stöðuna, þá standaði frammi fyrir þessum 2 afarkostum. Voru þeir þá ekki að fara rétta leið með því að taka þessa leið? Það kann að vera að þeir hafa verið að fara rétta leið og það er dómstólar dæmið það. En þeir voru sannarlega að mismunna hluthöfum. Ég var náttúrulega hluthafi sjálfur, þannig að ég þekki það og ég tapaði þarna og það er enginn sem bæti mig það upp. Ekki frekar en öðrum 20.000 Íslendinga sem áttu hlutabréf. En svo er það líka lántakendur. Þú mátti ekki gleyma því að þeir voru jafnframt lántakendur og ég vissi það að margir lántakendur myndi gjarna velja aflétta sinni persónulega ábyrgð þegar þess íbúðin eru miklu verðminni heldur en lánið eitthvað þvílíkt. Þannig að þetta eru margar hliðar á þessu og margt sem að margs konar ójafnrétti sem þeir eru að brjóta þarna á milli lántakenda og milli hluthafa. Þannig að þetta er mjög afdrifarík staða og mér finnst að þessi banki átti ekki að stjórnin átti ekki að láta setja sig í þessa stöðu með því að yfirleitt að leyfa þessi hlutabréfaviðskipti. En í mínum huga þá er þetta ángi af sama máli sem hefur gagnkvæmt eignarhald og kross-eignarhald á milli félaga. Það voru mjög sterk eignarhald á milli Kaupþings og Exista til dæmis. Nú get ég nefnt það því þau eru bæði komin út af hlutabréfamarkaði. Ég gat ekki nefnt það í fjölda ára. Ég hélt fundi í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu sem hélt þá einmitt kross-eignarhald, það sem fjármálaeftirlitið og fleira gott fólk var. Og þetta er sami hluturinn? Þetta er sami hluturinn, því að þeir hefðu alveg geta sérstaklega búin að taka persónulega ábyrgðina burtu, þá hefðu getað lána manni þessna 20 milljarðar í staðinn fyrir 10. Eða í staðinn fyrir af því að tapið er ekki neitt. Ég meina, þetta er bara tölur. Það gerist ekki neitt annað en það er bara að eigið fé fyrirtækisins vex. Eigið fé Kaupþings var sýnt, sennilega 40 milljörðum hærra heldur það var. Gagnvart Exista og Kaupþingi, þá var sennilega eigið fé begga fyrirtækjana áður en dreifðu hlutabréfum Exista og alla hlutafa Kaupþings. Þá hefur sennilega eigið fé fyrirtækis verið metið beggja samanlagt 60 milljarða. Það hefur semst búið til 60 milljarðar sem ekki eru til. Þessi eigið hlutabréf er verðlaus í hendi fyrirtækisins sjálfs. Þessi staða sem menn eru komnir í þarna, er hún að þínum að þetta einhvers konar áfellisdómur yfir því launakerfi, þessu hvatakerfi að starfsmenn eigi að bera ábyrgð með fyrirtækinu, en síðan er einhvern veginn eins og því sé kippt úr sambandi á ákveðnum tímapunkti? Já, það gengur bara í plús aftur. Það gengur bara í plús. Ég segi nú bara þetta er eins og toppurinn á ísjakanum. Þetta er svona 1/10 upp úr núna, 9/10 er ekki komnir í ljós. Það sem er alvarlegast í þessu að það eru 4 vikur að verða síðan að þetta bankahrun varð og það er ekki ennþá farið að rannsaka þetta almennilega. Og hverjum degi
verður sönnunarvandi meiri. Og ég kenni ríkisstjórnum það að við ekki farið á stað og bara barið í borðið staðinn fyrir að skipa einhverja stjórnsýslunefnd sem á að finna hinn rökstudda grunn. Hann löngu fyrir hendi og menn spurja í svona málum sem algjört grundvallaratriði hvað vissu menn eða máttu vita þegar atburðir gerast. Og menn vissu og virðast hafa mátt vita strax í byrjun ársins 2008 að lausafjárstaða bankanna væri skelfileg og þeir vissu og máttu vita í apríl þegar þeir fengu skýrsluna frá bresku sérfræðingunum út ISAFE að þeir væru glæpsamlegir. Samt haldið áfram. Það haldið áfram og haldið áfram. Og það þetta sem ég vil skoða í heild sinni. Hverjir að bregðast þarna? Fjármálaeftirlitið, ríkisstjórnin, allir bara? Já, Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið og ríkisstjórnin í heild sinni. Og svo hinir sömu menn í dag að rannsaka málin. Og af hverju dragaði lappirnar í þessu? Af hverju þegar grunurinn, hann staðfestur, hinn rökstuddi grunnurinn staðfestur. Það var einhver stjórnsýsluskoðun fram. Það var settur í gang sérstakur saksóknari í þessu máli. Ríkissaksóknari fékk sérstaka mann. Það bara ekki rétt. Það ekki rétt. Nú hann var að segja af sig maðurinn. Þeir bara að leita hennu rökstudda grunn og þeir voru settir í svona nefnd. Þeir ekki með þvingunar úrræði hegningarna á bak við sig. Þeir ætla ekki að yfirheyra nokkurn mann hvorki sem vitni eða sakborning. Þeir bara að kanna hvort að rökstuddu grunn sé fyrir hendi. Þetta einsdæmi í íslensku réttarvörslukerfi að skipa ykkur að slíka nefnd. Grunurinn blasir við, Pétur, þú getur verið sammála mér það. Já, sko, saksóknarinn alltaf honum ber að rannsaka mál, þannig að ef hann skipar eitthvað mann í sérstakt verkefni þá það alltaf til þess að rannsaka það. En þetta einhver hagsmunatengsl inn í ríkisstjórnina gagnvart þessu fólki sem þið dragið lappirnar út? Ég trúi því nú ekki. Það koma sömu menn við sögu. Já, en svo hann því miður hættur, sá sem var farið þetta verkefni. En því miður ekki bara eðlilegast að einhverjir útlendingar sem ekki bundnir og neina hagsmunaklafi hérna, komi, skoði, velti við hverju steini og við sem búum í þessu landi horfum bara á það en leggjum ekkert annað til að bara upplýsingar á það. Já, ég eiginlega sammála því því að það má eiginlega segja að sé allir einhvern veginn tengdir inn í þessa banka, annarkot vinir eða ættmenni sem eru þarna starfandi og þannig að það má vel vera að þurfi að fá einhvern útlending en það þarf að gerast nokkuð hratt. Það eru til faglegir lögmenn og endurskoðendur sem hafa ekki komið nálægt þessu rugli. Mér langar að velta einum punkti upp með þetta. Það staða menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Núna var Kristinn H. Gunnarsson að skrifa grein á sína heimasíðu þar sem hann að velta því upp að hún þurfi að gera hreint fyrir sínum dyrum. Það ljóst að hún og eiginmaður hennar eiga þarna hlutabréf í Kaupþingi. Þau stofna einkahlutafélag fyrr á þessu ári. Nú þetta allt mögulega ólöglegt. Það að segja hvernig þessi skuld var niður felld eða þessar persónulega ábyrgðir. Hver staða hennar í þessu máli finnst þér allir? Ég hef engin gögnuð upplýsingar sem til að dæma það. Nei. Ég get hins vegar að tala þetta almennt. Mér virðist að það ljóst núna að gömlu bankarnir að fara í gjaldþrot. Og þá hægt að rifta öllum slíkum samningum 12 mánuði eftir í tíman. Flutningur úr persónulegri eigur yfir í einkahlutafélag og annað slíkt. Það alltaf riftanlega gjörðir. Hvort þær eru síðan saknæmar eða ekki, það verður rannsóknarskýrur. En nú erum menn að velta því fyrir sér í hvaða stöðu Þorgerður í og bara þær vangaveltur, það hljóta að vera erfiðar fyrir ráðherrann, ekki? Hún þarf væntanlega, ef máli kemur til umfjöllunar í ríkisstjórn, þá þarf hún að víkja fundi, víkja sæti. Ef ákvarðanir eru teknar þessi mál almennt séð, sem varðar þetta dæmi hennar sem ég þekki ekki ítrekka það, þá þarf hún að víkja sæti. Hvað segir þú, Pétur, um hennar stöð í þessu? Ég er samanlega því sem að allir segir að hún tekur að sjálfsögðu ekki ákvörðun sín mál innan ríkisstjórnar í annar staðar. Þannig að það liggi alveg fyrir. Ég þekki málið ekki nægilega vel, ég hef lesið í dagblöðum að hún telji sig að tapað öllu því sem var í þessu félagi. Nú veit ég ekki hvað það var mikið fyrir utan þessu hlutabréf, en það var við sitt hvað fleira en ég þekki það ekki nákvæmlega. Og auðvitað er æskilegt að hún gerir hreint fyrir sín dyrum. Það sem það vill svo til að hún gift einum af þessum mönnum. Hún var ekki sjálf starfsmaður Kaupþings, þannig að taka það nú alveg fram. En vissulega er þetta mjög erfitt og menn geta lent í svona, þarna lendur nýði því hún er ekki sjálf starfsmaður og væntanlega En Kristinn líka nefna og mér langar að bera það undir ykkur þó að tíminn sé stuttur sem við mettir að það sé óeðlilegt að hún hafi komið að því þessar ákvörðun ríkisstjórnarinn og Seðlabankans það að veita Kaupþingi þetta neyðarlán. Hún sé með öðrum orðum vanhæf vegna þess að hennar fjölskylda á svo mikið af bréfum í bankanum. Hafi það komið upp á ríkisstjórnarfundi, þá á hún samkvæmt reglum og lögum að gera grein fyrir hugsanlegum ástæðum sem gera hana vanhæfa. Ef hún var í vafa það og víkja svo sæti ef að meirihluti hélt það en í þessu tilviki hefði hún átt að víkja sæti. En ég ætla bara rétt að nefna það varðandi, þetta eru fjöldin allra einkahlutafélögum sem hafa gert þetta.
Það bendir til þess, gert í áspyrjun 2008, það bendir til þess að fjöldi manns hafi vita hvert stendi, vita það mátt vita. Hvað segir þú um þetta? Eða takmarka áhættu sína, til þess er það gert að menn takmarka áhættu sína. Örstutt þetta með að hún komi að ákvörðunum lán Seðlabankans er náttúrulega bara Seðlabankans. Ákvörðun, ég get ekki ímyndað með það að hann... Hún að fara vel og vandlega yfir þessi mál með Geir og Árna, þetta voru svona þeir 3 ráðherrar Sjálfstæðisflokksins sem héldu á spilum. Ég ímynda mér ekki að Seðlabankinn sé ekki óháður í þessu dæmi og ég reikna fastlega með því að hann hefði tekið þessi ákvörðun aðeitn og óstuttur. Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðherra, Pétur gleymi því alltaf. Já, en hann er samt óháður og forsætisráðherra getur ekki skipað honum fyrir verkum. Takk fyrir komuna. Takk sem